Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, almannatryggingar, málefni aldraðra og félagsleg aðstoð, stjórnarfrumvarp, 144. mál, þingskjal 162, 1. umræða. Til máls tekur hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum almannatryggingar númer 100/2007, lögum félagslega aðstoð númer 99/2007 og lögum málefni aldraðra númer 125/1909 með síðari breytingum. Í frumvarpi þessu eru aðallega lagðar til breytingar á gildandi ákvæðum almannatryggingalaga réttindi borgaranna og skyldur þeirra í samskiptum við Tryggingastofnun ríkisins. Einnig er lagt til að eftirlitsheimildir Tryggingastofnunar verði auknar í því skyni að tryggja réttar greiðslur til viðskiptavina stofnunarinnar og koma í veg fyrir bótasvik. Þá er gert ráð fyrir þeirri mikilvægu breytingu að Tryggingastofnun verði heimilað að fresta ákvörðun greiðslu lífeyris og almannatryggingum hafi ekki samhliða verið sótt lífeyri úr lífeyrissjóðum. Áhrif þeirra breytinga sem varða samskipti Tryggingastofnunar við borgarana felast fyrst og fremst í auknu réttaröryggi, til að mynda með þeim hætti að auka leiðbeiningar og rannsóknarskyldu stofnunarinnar þannig að fólk fari ekki á mis við réttindi sem það kann að eiga tilkall til. Er það einnig í samræmi við ákvæði stjórnsýslulaga að stjórnvöld veiti nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar. Ég tel þannig afar mikilvægt að kveða skýrt á réttindi og skyldur borgaranna í samskipti við stjórnvöld í lögum, meðal annars hvað varðar gagnkvæma upplýsingaskyldu, svo og meðferð persónuupplýsinga og þagnarskyldu starfsfólks. Umsækjendum og þeim sem fá greiðslur frá Tryggingastofnun er skylt að taka virkan þátt í meðferð mála sinna hjá stofnuninni, einkum með því að veita þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar til þess að hægt sé að taka ákvörðun rétti greiðslna, fjárhæðir þeirra og endurskoðun. Má í því sambandi nefna breytingar sem verða á heimilisaðstæðum fólks sem máli skipta eða ef tekjur hækka eða lækka sem aftur getur haft áhrif til breytinga á greiðslurétti. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að þeir aðilar sem búa yfir upplýsingum sem geta haft áhrif á rétti greiðslna eða fjárhæðir þeirra samkvæmt lögunum skuli láta Tryggingastofnun í té upplýsingar sem nauðsynlegar eru við framkvæmd laganna. Heimildir þess að þykja of takmarkaðar í gildandi lögum og er því lagt til að þær verði rýmkaðar. Bótaréttur samkvæmt almannatryggingalögum byggist fyrst og fremst á búsetutíma, tekjum, hjúskaparstöðu og heimilisaðstæðum viðkomandi. Beinn aðgangur stofnunarinnar að þessum upplýsingum hjá öðrum stofnunum og stjórnvöldum er forsenda þess að Tryggingastofnunin geti framkvæmt lögin og þar með sinnt lögbundnu hlutverki sínu. Í gildandi lögum er ekki að finna heimildir til handa stofnunin til að afla annarra upplýsinga en tekjuupplýsinga án milligöngu umsækjanda eða bótaþega og þykir nauðsynlegt að bæta úr því. Gert er ráð fyrir að stofnunin geti nálgast upplýsingarna beint eftir atvikum með rafrænum hætti. Aukið flæði upplýsinga milli stofnana er talið vera til þess fallið að stuðla að betri og skilvirkari afgreiðslu stofnunarinnar og sparar fólki sporin milli stofnana. Ríkisendurskoðun hefur bent á í skýrslu sinni eftirlit Tryggingastofnunar ríkisins með bótagreiðslum að stofnunin hafi takmarkaðri lagaheimildir til að annast eftirlit og samnýta persónuupplýsingar frá öðrum ríkisstofnunum, sveitarfélögum og fyrirtækjum en systurstofnunum þeirra í þeim löndum sem við viljum helst bera okkur saman við. Bendir Ríkisendurskoðun á að bæta þurfi tengingar Tryggingastofnunar við upplýsingakerfi aðila sem stofnunin þarfnast upplýsinga frá til að efla skilvirka samkeyrslu upplýsinga. Með því móti talið að auka megi hagkvæmni og skilvirkni í rekstri ríkisins, stuðla enn betur að því að bætur rati til þeirra sem eiga rétt á þeim og koma í veg fyrir misnotkun. Þá kemur það fram í skýrsluna að lög sem ekki þróist í takt við breyttar aðstæður torveldi greið upplýsingaskipti og samnýtingu mikilvægra upplýsinga fyrir bótakerfið. Rafræn upplýsingamiðlun getur þannig stuðlað að réttari bótagreiðslum, hraðari afgreiðslu og betri þjónustu Tryggingastofnunar við viðskiptavini sína. Í þessu frumvarpi er því lagt til að farið verði að þessum ábendingum Ríkisendurskoðunar og heimildir Tryggingastofnunar auknar að þessu leyti en jafnframt sérstaklega áréttað að öflun persónuupplýsinga er einungis heimil að því marki sem nauðsynlegt er með hliðsjón af lögbundnu hlutverki stofnunarinnar og að tryggja skuli að upplýsingaöflun og úrvinnsla gangi ekki lengra en þörf krefur til að unnt sé að framkvæma lögin. Þá er sérstök áhersla lögð á það í frumvarpinu að við meðferð persónuupplýsinga sem aflað skuli Tryggingastofnun gæta þess að uppfyllt séu skilyrði laga persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Tryggingastofnun ríkisins fer með mjög viðkvæmar upplýsingar og því er mikilvægt að starfsfólk sé vel upplýst þagnarskyldu sína og það ábyrgð sem því fylgir að skýra frá upplýsingum sem það fær vitneskju í starfi sínu og leynt eiga að fara.
Hinu sama gegnir reyndar stjórn stofnunarinnar og þá sem sinna verkefnum fyrir hana. Er stofnuninni einnig gert skylt að tryggja að fyllsta öryggis sé gætt við sendingu og meðferð upplýsinga og jafnframt skuli hún setja öryggisstefnu, framkvæma áhættumat og gera aðrar öryggisráðstafanir til samræmis við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og reglur sem settar hafa verið á grundvelli þeirra. Virðulegi forseti. Með þessu frumvarpi er einnig verið að skerpa nokkuð á eftirlitsskyldu og eftirlitsheimildum Tryggingastofnunar. Er það gert í því skyni að stuðla að réttum bótagreiðslum, koma í veg fyrir ofgreiðslur og vangreiðslur og fyrirbyggja bótasvik. Megintilgangur virks eftirlits er einmitt að tryggja að þeir sem sækja um greiðslur almannatrygginga fái réttar greiðslur í samræmi við réttindi sín lögum samkvæmt. Sú krafa er einnig hávær í þjóðfélaginu að farið sé með fjármagn hins opinbera í samræmi við lög og reglur. Til að svo megi vera er mikilvægt að opinberar stofnanir, þar á meðal Tryggingastofnun, hafi nægilega heimildir til upplýsingaöflunar. Hefur Ríkisendurskoðun meðal annars fjallað nauðsyn þessa í áðurnefndri skýrslu sinni og bent á að aðrar þjóðir, til dæmis Norðurlandaþjóðirnar, eins og ég kom hér að áðan, hafa ítarleg ákvæði og heimildir hvað varðar aðhald og eftirlit. Eru slíkar heimildir enda taldar til þess fallnar að auka tiltrú almennings á almannatryggingakerfinu og fela í sér betri nýtingu á almannafé. Með þetta leiðarljósi er í frumvarpi þessu því lagt til að sett verði ákvæði sem auðveldi Tryggingastofnun að sinna eftirlitshlutverki sínu. Í velferðarráðuneytinu var farið vel yfir þær athugasemdir sem komu fram við umfjöllun þingsins frumvarp það sem ég lagði fram á sumarþinginu og sem varð að lögum númer 86/2013. Við vinnslu þessa frumvarps sem hér er lagt fram hefur verið tekið mið af þeim ábendingum sem bárust sérstaklega frá Persónuvernd. Í því sambandi má nefna að þeir aðilar sem upplýsingaskylda hvílir á í frumvarpinu tæmandi taldir og tilgreindar eru sérstaklega þær upplýsingar sem afhenda á Tryggingastofnun í tengslum við afgreiðslu umsókna og í þágu eftirlits. Er mikilvægt að kveða skýrt á þessi atriði enda vandmeðfarnar heimildar að ræða sem krefjast þess að lagaákvæðin séu vel útfærð og að réttaröryggi viðskiptavina stofnunarinnar sé tryggt. Einnig skal þess getið að við undirbúning frumvarpsins meðal annars verður horft til hinna Norðurlandanna, einkum Noregs, en þar er að finna ítarlegri ákvæði og heimildir er varðar aðhald og eftirlit en hér hefur tíðkast og gildandi lög gera ráð fyrir. Greiðslur almannatrygginga byggjast á ýmsum þáttum og ég tel því mikilvægt að Tryggingastofnun hafi aðgengi að nauðsynlegum upplýsingum þau atriði sem skipta máli og þær upplýsingar gefi rétta mynd af aðstæðum viðkomandi á þeim tíma er greiðslurnar eru inntar af hendi. Er nauðsynlegt að stofnunin geti kannað réttmæti þeirra upplýsingar sem stofnunin byggir ákvarðanir sínar á til þess að geta greitt réttar bætur til réttra einstaklinga á réttum tíma. Í frumvarpinu er lagt til að kveðið verði á að Tryggingastofnun verði heimild þegar rökstuddur grunur leikur á því að bótaréttur sé ekki fyrir hendi að fresta greiðslum tímabundið meðan mál er rannsakað frekar. Er lögð á það áhersla í þessum tilvikum ber að flýta málsmeðferð svo sem kostur er og að gæta meginreglna stjórnsýslulaga svo sem meðalhóf. Þá er gert ráð fyrir því að komi í ljós að bótaréttur sé ekki fyrir hendi skuli stöðva greiðslur. Ég er líka þeirrar skoðunar að taka þurfi sérstaklega á tilvikum þar sem upp kemur rökstuddur grunur bótasvik en þau eru undir engum kringumstæðum líðandi. Ekki er hægt að láta slíka háttsemi óáreitta, slíkt fer í bága við réttarvitund og réttlætiskennd almennings og grefur undan velferðarkerfinu. Mikilvægt er að taka þessi mál fastari tökum en áður hefur verið gert og því er lagt til að viðurlagaákvæði laganna verði breytt á þann hátt að þegar sýnt þykir að greiðslur hafa átt sér stað vegna vísvitandi rangra eða ófullnægjandi upplýsinga eða skort á upplýsingum þá skuli hin ofgreidda fjárhæð endurgreidda viðbættu 15% álagi. Kæmi það í stað greiðslu dráttarvaxta ef sviksamlegt atferli er að ræða. Hér á landi hefur verið komið á tveggja stoða lögbundnu lífeyriskerfi sem tryggja skal öryggi borgaranna við starfslok eða vegna skertrar starfsgetu. Mér hefur þannig þótt mikilvægt að samstilla betur almannatryggingakerfið við áunnin réttindi fólks úr atvinnutengda lífeyrissjóðakerfinu og skapa þannig meiri sátt samspil þessara tveggja meginstoða lífeyriskerfisins á Íslandi. Í frumvarpi þessu er því lagt til að í almannatryggingalöggjöfina verði sett ákvæði sem heimilar Tryggingastofnun ríkisins að fresta ákvörðun greiðslu lífeyris úr almannatryggingum á grundvelli umsóknar til Tryggingastofnunar hafi ekki samhliða verið sótt lífeyri úr lögbundnum lífeyrissjóðum.
Með því móti verði komið í veg fyrir að einstaklingar geti fengið hærri greiðslur hjá almannatryggingum eingöngu með því að fresta því að sækja áunnin réttindi sín hjá atvinnutengda lífeyrissjóðakerfinu og ávinna sér með þeirri frestun leið hærri greiðslur úr því kerfi. Lífeyrir almannatrygginga hefur félagslegt markmið og ætlað að tryggja einstaklingum lágmarksgreiðslur sér til framfærslu hafi þeir litlar aðrar tekjur. Fjárhæðir greiðslna almannatryggingar eru þess vegna háðar öðrum tekjum sem lífeyrisþegi kann jafnframt að hafa sér til framfærslu. Og þannig hafa lífeyrissjóðstekjur einstaklings áhrif á heildargreiðslu bóta til hans frá almannatryggingum. Ég vil líka hér að lokum míns máls aðeins fá að koma inn á áformald vinnu við heildarendurskoðun á almannatryggingakerfinu. Henni haldið áfram og svo mikla vinna sem hefur verið lögð í málaflokkinn í velferðarráðuneytinu og í þeim nefndum sem unnið hafa langt skeið að endurskoðun almannatryggingalaganna muni smátt og smátt skila sér í betri löggjöf hér á Alþingi. Fram undan vinna við að innleiða starfsgetumat í stað örorkumat sem við búum við í dag, en þá lögð áhersla á að horfa til þess hvaða getu þeir hafa til vinnu sem búa við skerta starfshæfni til langframa í stað þess að metið sé vangeta þeirra til vinnu. Og það þurfum við jafnframt að bæta enn frekar endurhæfingarúrræði bæði hvað varðar heilsu en ekki síst starfsendurhæfingu ásamt því að leita leiða til að einfalda regluverkið og það í samræmi við ábendingar Ríkisendurskoðunar. Ég tel líka að það sé nauðsynlegt að skapa hvata til að ná því markmiði stjórnvalda að fólk með skerta starfsgetu hafi möguleika að fá vinnu við hæfi og uppskýru laun í samræmi við það. Við þurfum að halda áfram að bæta núgildandi kerfi í áföngum en jafnframt vanda vel til verka. Og ég hef hér lokið máli mínu og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessar umræðu vísað til umfjöllunar háttvirtrar velferðarnefndar. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Nú tekur til máls háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Jón Þór Ólafsson. Frú forseti, mig langar að vita eitt varðandi þetta hvort að það ekki frekar vera bótþeginn sem aðili sem oft svona í efnahagslega slæmri stöðu. Hvort að það sé ekki frekar að hann njóti vafans ef að það vafi hvort hann eigi rétt á bótum. Þannig að ef það vafi þá greitt út bótin en þá ef að síðan í ljós kemur að hann átti ekki réttinn þá það þá rukkað tilbaka með einhvers konar vöxtum eða slíku. Hvort það sé ekki að hugsa þetta þannig frekar heldur en að bótþeginn sé settur í þá stöðu að hann bara geti ekki greitt sína reikninga og lendi virkilega illa fjárhagslega í því. Það fyrir spurningin, það spurningin sem ég langar að spyrja hæstvirtan ráðherra. Svo að varðandi friðhelgi einkalífsins og persónuvernd, ég bara hvet hæstvirtan ráðherra eindregið til þess að hlusta vel á persónuvernd og að nefndin sem fer með málið að hlusta virkilega vel á persónuvernd og þingmenn líka í þessum sal að það sé þá ekki í þriðja sinn frá kosningum að þingið sé að samþykkja lagafrumvörp sem að stangast á við ábendingar persónuverndar þeirra stofnunar ríkisins sem á að sjá til þess að það sé ekki sett lög eða það sé ekki almennt ekki brotin friðhelgi einkalífsins á Íslandi sem stjórnarskrártryggð. Í ljósi þess líka að við Píratar munum ekkert sleppa því þó að þingið samþykki lög sem brjóti stjórnarskrána. Við munum á öðrum vettvangi hjálpa og aðstoða til við að stuðla að því að þeir sem að finna á sinni friðhelgi einkalífsins brotið fái þeim rétti fullnægt á öðrum vettvangi. Þannig að ég eindræði með því að það sé hlusta á persónuvernd í þessu máli. Nú svarar andsvari hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir andsvarið. Það kom fram í minni framsöguræðu að mikilvægi þess að flýta málsmeðferð svo kostur væri og gæta meginreglu stjórnsýslu laga, svo sem meðalhóf. Og síðan líka hér í annarri greininni þá sérstaklega talað leiðbeiningar og rannsóknarskyldu þannig að Tryggingastofnun sé
sé skylt að leiðbeina umsækjanda réttarstöðu og þá þau réttindi sem hann hefur, hvaða gögn sem þurfa að fylgja umsókn og framhald málsins. Og þannig að þarna einmitt hugsunin að reyna að tryggja sem best einmitt rétt bótaþega þegar kemur að samskiptum við Tryggingastofnun. Hvað varðar síðan þær athugasemdir sem komu fram frá Persónuvernd við meðferð málsins í sumar, að þá einmitt komið til móts við þær og ég tilgreindi einmitt í framsöguræðu minni að við hafum verið haft samráð einmitt við Persónuvernd og það kemur hér fram í 2. grein G upplýsingaskyldu annarra aðila. Þar verið að telja með tæmandi hætti reyna upp þá sem Tryggingastofnun getur kallað eftir upplýsingum hjá. En síðan líka eins og ég nefndi hér áðan að þarna þarf að gæta þessa meðalhófs. Hér erum við að fjalla náttúrulega fjármuni almennings og þá náttúrulega mikilvægt að þeir fjármuni fari til þeirra sem raunverulega eiga rétt á þeim samkvæmt lögum og það náttúrulega hugsunin hér á bakvið með þessu frumvarpi að tryggja svo sé. Nú veitir andsvar öðru sinni hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson. Frú forseti. Já, sjálfsögðu þarf að passa það að fjármuni almennings fara þangað sem þeir eiga heima réttilega. Ég bara hugsa það að bóta þeginn sem er óvíst réttindastöðu hans, að hann í mjög erfiðri stöðu ef það sé hægt að stöðva greiðslu til hans á grundvelli vafans, að það sé ekki þá fyrst greitt út og svo gert út vafan. En varðandi friðhelgi einkalífs og persónuvernd, að þá þetta frumvarp á eftir að fara, núna bara í 1. umræðu og á eftir að halda áfram í þinginu. Það sem við rákum okkur á sumarþinginu var að það voru frumvörp, annars vegar frumvarp Seðlabankann og frumvarp Hagstofuna hins vegar, þar sem að persónuvernd kom með tillögur breytingar annars vegar og athugasemdir líka hins vegar á því að lagafrumvarp eins og væri sett upp væri að brjóta eða væri mjög hætt við því að það væri að brjóta friðhelgi einkalífs fólks. Þannig að það sem ég myndi vilja spyrja hæstv. Ráðherra hvort að það sé ekki alveg ljóst að þetta frumvarp mun ekki fá afgreiðslu, allavega ekki með stuðningi hæstv. Ráðherra hérna á þinginu ef án þess að Persónuvernd gefi endanlega umsögn endanlega útgáfu frumvarpsins að það brjóti ekki í bága við friðhelgi einkalífsins sem stjórnarskrárvarin. Nú svarar andsvar öðru sinni hæstv. Ráðherra Eygló Harðardóttir. Virðulegi forseti, ég náttúrulega flutningsmaður málsins, þannig að stuðningsmaður þess og þannig að ég tel að hér hafi verið komið til móts við þær athugasemdir sem komu fram í sumar sem snúa að persónuverndarsjónarmiðum. Hvað varðar síðan þær áhyggjur sem hv. þingmaður lýsir hér varðandi þá heimildarákvæði sem hér í 3. greininni að Tryggingastofnun sé heimilt að fresta ákvörðun á greiðslu bóta þar til upplýsingar það liggja fyrir, að þá held ég að það sé mjög mikilvægt að þetta heimildarákvæði sé þarna, en líka að það sé skýrt að það er gerð það kröfur til Tryggingastofnunar svo sem eins og annarra opinberra stofnana að gæta meðalhófs við beitingu á þeim heimildum sem við felum stofnuninni. Það er líka síðan að aftur það sem ég sagði hér í mínu fyrra svari að gæta því að hér erum við náttúrulega að fara með almannafé og það þarf að liggja fyrir að það sé raunverulega að þeir sem sækja greiðslur frá Tryggingastofnun eigi raunverulega rétt á þeim og ég held að það sé til hagsbóta fyrir alla og sérstaklega náttúrulega bótaþegana að reyna að hafa upplýsingarnar sem réttastar og þannig að Tryggingastofnun geti á grundvelli réttra ákvarðana tekið ákvörðun um það hversu háar greiðslurnar eiga að vera, vegna þess að það hefur náttúrulega valdið mörgum bótaþegum miklum vandkvæðum þegar upplýsingar hafa verið óljósar eða ekki réttar og þess vegna fengið ofgreiðslu og þurft að endurgreiða þær greiðslur. Og þannig að þess vegna kemur líka fram í minni ræðu mikilvægt þess að við séum með rafræn samskipti, þannig að tryggja það að upplýsingarnar séu sem réttastar á hverjum tíma, þannig að það sé raun og það sem mun koma öllum best og sérstaklega að mínu mati þá bótaþegunum sjálfum. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helgi Hjörvar. Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir
greinargerð hans fyrir þessu máli og aðeins örfá orð það. Hér að ræða ýmis efnisatriði sem voru til umfjöllunar á sumarþinginu og voru kannski þeir þættir þess máls sem þá var flutt sem að bæði þörfnuðust nokkurra úrbóta við og þurftu líka lengra og vandaðra ferli umfjöllunar heldur en þá var kostur á að hafa og var þess vegna ekki afgreitt á því þingi og kemur hér nú aftur inn og sem betur fer nokkuð breytt ef marka má orð hæstvirts ráðherra. Markmiðið auðvitað ákaflega verðugt, það að draga úr bótasvikum sem algjörlega óþolandi athæfi og mikilvægt að stjórnvöld hafi þau tæki sem að til þarf til þess að koma í veg fyrir alla slíka viðleitni en leið málið flókið viðfangs og mikilvægt að nefndin, háttvirt velferðarnefnd sem að það fær til umfjöllunar, taki það til mjög vandaðrar málsmeðferðar, gefi góðan tíma til umsagnarleiti sjónarmiða sem flestra og yfirfari efnisatriði málsins mjög gaumgæfilega vegna þess að einn þáttur málsins hann lítur náttúrulega að persónuverndinni og þar einfaldlega ákaflega mikilvægt að heimildirnar séu mjög nákvæmlega skilgreindar en þær séu ekki opnar og treyst á almenna þagmælsku eða góða háttsemi opinberra embættismanna í þeim efnum. Þar þarf auðvitað að ganga fram af mikilli nákvæmni gagnvart friðhelgi einkalífsins eins og hér hefur verið nefnt og ég veit að hæstvirtur ráðherra hefur leitast við og ég heyri hjá ráðherranum að það hefur verið tekið tillit til allra athugasemda persónuverndar og þannig búið málið náttúrulega miklu betra heldur en það var þegar það kom hér inn í sumar. Í öðru lagi þá þarf auðvitað að gæta að því að fólk sem í nauðum statt að leita eftir stuðningi samfélagsins í erfiðri stöðu að það þurfi ekki að bíða lon og don eftir því að stjórnvaldinu þyki það hafa nægilegar upplýsingar eða hafi skoðað málið nægilega vel og þess vegna auðvitað gríðarlega mikilvægt að allir þeir frestir sem að heimilað verður að taka í afgreiðslu mála að þeir séu skammir mjög nákvæmlega skilgreindir og réttur notandans til þess að áfrýja slíku eða sækja slíkt þannig að tryggt sé að fólk sem sannarlega í nauðum statt og þarf alvarlega á því að halda sín vegna og jafnvel fjölskyldu sinnar að njóta fjárhagsstuðnings samfélagsins að það sé ekki, þeirra mál geti aldrei dankast á einhverju skrifborði af því að það sé ekki tími til þess að athuga og í því sambandi verðum við að hafa í huga að það snýst ekki bara hversu vandaðir embættismenn það sem í hlut eiga heldur verður að hafa hitt í huga að Tryggingastofnun hefur haft mjög takmörkuð fjárráð og mannaforráð til þess að sinna þessu eftirliti og þess vegna það nú svo í þeirri stofnun eins og mörgum öðrum opinberum stofnunum að þó að hjá starfsfólkinu og stjórnendunum sé mikill metnaður til þess að sinna þessum hlutum vel þá ekki alltaf aðstæður til þess að gera það þannig að viðunandi séu og oft sem að biðlistar verða til eða þjónusta ekki nægilega góð vegna þess að það einfaldlega skortur á fé og fólki og auðvitað mikilvægt að fólk þurfi ekki að bíða langtímum saman eftir afgreiðslu á mikilvægri aðstoð eins og þessi vegna slíks. Í þriðja lagi þá vegna þess að vísa til annarra tekna þá vil ég hvetja nefndina og hæstvirtan ráðherra til að skoða þá sérstaklega einmitt nefnda leiðbeiningaskyldu Tryggingastofnunar þegar að kemur að greiðslum fólks úr almannatryggingakerfum þeirra landa sem hér oft vísað til, nágrannalanda okkar Norðurlandana vegna þess að það nú þannig að greiðslur sem að æ fleiri hafa úr almannatryggingakerfum hinna Norðurlandana hafa áhrif á bætur fólks hér og það að sækja þau réttindi getur verið býsna flókið og tafsamt og lítinn stuðning fyrir fólk að fá í því
og það þess vegna á stundum veitt ófullnægjandi upplýsingar einfaldlega vegna þess að það hefur ekki haft aðstöðu til að afla þeirra upplýsingar sem að þarf að afla frá nágrannalöndum okkar og mikilvægt að ef það á að gera kröfu það að þær upplýsingar séu fullnægjandi að þá veiti Tryggingastofnun lið í því að afla þeirra upplýsinga hjá systurstofnunum sínum enda í miklu betri færum til þess að gera það heldur en einstaklingar sem að í þokkabót stundum standa beinlínis höllum fæti í því að sækja slíkar upplýsingar annaðhvort vegna fötlunar eða vegna aldurssækja. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkur suður, Jón Þór Ólafsson. Frú forseti, ég kem hérna aftur upp til þess að ítreka spurningun mína til hæstvirts ráðherra Eygló Harðardóttur varðandi friðhelgi einkalífs og persónuvernd sem á að vera þeirri stofnun ríkisins sem á að tryggja það að friðhelgi einkalífs sé ekki brotin hér á landi. Hvort að hún sé ekki sammála því að það eigi ekki að afgreiða þetta frumvarp hérna í þinginu fyrr en að persónuvernd hefur lagt blessun sína, hefur gefið umsögn þess efnis að frumvarpið eins og það gengur til endanlegrar atkvæðagreiðslu að það brjóti ekki eða sé ekki möguleiki á því að það brjóti, eins og hún segir að það muni ekki brjóta friðhelgi einkalífsákvæði stjórnarskrárinnar. Og ég kannski myndi vera að biðja frú forseta hvort það sé ekki hægt að fá háttvirtan ráðherra Eygló Harðardóttir í þingsal meðan þessi umræða sé eiga sér stað. Hún var að ganga hérna út rétt það leyti sem ég var að hefja mál mitt núna, hvort það sé ekki hægt að fá ráðherra í salinn til þess að taka þátt í þessu. Þannig að ég kannski endurtek orð mín ef að ráðherra hæstvirtur hefur ekki heyrt hvort að ráðherra hæstvirtur Eygló Harðardóttir sé ekki sammála því að þetta frumvarp það ætti ekki að afgreiða hér úr þinginu án þess að persónuvernd, stofnun sem á að vernda friðhelgi einkalífsins, samþykki það, þannig að það sé ekki samþykkt úr Alþingi fyrr en að persónuvernd búin að segja þetta frumvarp brýtur ekki friðhelgi einkalífsákvæði stjórnarskrárinnar. Nú til andsvar hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir. Hæstv. forseti, langar að benda hv. þingmanni á að hér verið að mæla fyrir málinu í fyrstu umræðu. Málið nú að ganga til nefndar, velferðarnefndar, þar sem ég á sæti. Málið verður sent til umsagnar og ég geri ráð fyrir því að Persónuvernd fái málið til umsagnar og við munum einfaldlega fjalla málið í þingnefndinni. Þetta hin þinglega meðferð og nú þetta í okkar höndum. Og ráðherrann getur auðvitað haft skoðun á því hvernig nefndin á að vinna en engu að síður þá það þingnefndin sjálf sem mun fara yfir þessi atriði. Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkur suður, Jón Þór Ólafsson. Frú forseti, já, það er einmitt þessi nefndarvinna sem ég er að nefna að í þeim málum sem voru á dagskrá á sumarþinginu, annars vegar lögum Seðlabankann og hins vegar lögum Hagstofuna, að það var persónuvernd, þá gaf hún álit, gaf umsögn til nefndarinnar þess efnis að það væri möguleiki á því og líklega líkur að það væri verið að brjóta ákvæði stjórnarskrárinnar friðhelgi einkalífsins. Kom með tillögur í öðru tilfellinu það hvernig var hægt að breyta, kom með breytingartillögum. Á þetta var ekki hlustað, að einhverju leyti var breytt, þá kom aftur umsókn frá Persónuvernd sem sagði nei, þetta er ekki nóg, þetta er ennþá möguleiki að með þessu lagafrumvarpi sé verið að brjóta friðhelgi einkalífsákvæði stjórnarskrárinnar. Þannig ég er bara undirbyggja það, nú erum við að ganga inn í fyrstu umræðu eins og hv. þingmaður segir þetta og það eru persónuverndarsjónarmið, þannig ég vildi bara heyra fyrst að ráðherra hérna í salnum að mæla fyrir sínu frumvarpi hvort að hún sé ekki sammála því að það eigi ekki að afgreiða þetta frumvarp af þingi, hvort hún sé sammála því og hvort hún sem þingmaður, hún er jú líka þingmaður, þannig ég kannski ber spurninguna mína til háttvirts þingmanns Eyglóar Harðardóttur, hvort að hún sé ekki sammála því og hvort að hún muni kjósa með máli sínu eigin frumvarpi
ef að persónuvernd hefur ekki gefið í grænt ljós og það muni mögulega eða gefið umsögn það muni mögulega brjóta friðhelgi einkalífsins. Þannig að bara fá það, þannig að við getum bara fengið það hérna staðfest í þingsal, það væri mjög, mjög gott. Nú veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir. Hæstvirtur forseti, ég trúi því og hef þó trú á hæstvirtum ráðherra að hann væri ekki að leggja fram hér frumvarp sem hann teldi brjóta gegn stjórnarskránni, þannig ég held að svarið liggi í sjálfu sér fyrir. Og þá vil ég spyrja hv. þingmann að því hvort hann telji að persónuvernd eigi að hafa meira það að segja hvernig löggjöf sé afgreidd hér úr þinginu heldur en þeir sem eru til þess kjörnir af þjóðinni, það er að segja alþingismenn sjálfir. Auðvitað er það þannig í okkar starfi að við þurfum að taka fullt af ákvörðunum, sumar eru auðveldar, sumar eru erfiðari. Og það er okkar að meta það með hvaða hætti löggjöf verði best úr garði gerð, með hvaða hætti við teljum rétt að líta til stjórnarskrárinnar og hvenær við teljum rétt að takmarka réttindi fólks meðal annars út frá hugmyndunum persónuvernd, hvar er línan, það er okkar að meta það. Við getum að sjálfsögðu fengið umsagnir frá hinum og þessum aðilum, við gerum það alla daga hér í þinginu, en ákvörðunin er okkar og við framseljum hana ekki til einhverjar stofnunar út í bæ. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkur suður Jón Þór Ólafsson. Frú forseti, ég er ekki að segja að hæstvirtur ráðherra Eygló Harðardóttir sé að leggja fram frumvarp sem að viljandist til þess að brjóta friðhelgi einkalífs, engan veginn. Ég held að menn sé ekkit ég held að þeir sé ekkit hugsandi mikið það þannig, það er bara verið að reyna að ná ákveðnum markmiðum, yfirleitt mjög góðum markmiðum, en leiðirnar sem menn fara, það er oft ekki alveg úthugsaðar, en það koma málin inn til þingsins síðan. Aftur á móti erum við með stofnun í þessu samfélagi sem eru sérfræðingar á því sviði og að þeim falið það að vernda friðhelgi einkalífsins, og nú hefur þingið tvisvar sinnum frá kosningu hunsað álit þeirra stofnunar og þá mögulega allavega tekið áhættu á því að með því að samþykkja þau lög að verið að brjóta friðhelgi einkalífs landsmanna sem við þingmenn erum eiðsvarður að verja. Þannig að það er ástæðan fyrir ég hef umræðan þetta varðandi þetta frumvarp. Ég vona bara að hv. þingmaður Eygló Harðardóttir komi inn upp og geri grein fyrir því hvernig hún lítur á þetta mál út frá persónuverndarvinklinum og hvort að hún muni kjósa með þessu frumvarpi ef að það brýtur friðhelgi einkalífsins eða persónuvernd segir að það sé hætta á því að það sé verið að brjóta friðhelgi einkalífsins. Til máls tekur hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir. Ég taldi að ég hef svarað þessu spurningu í ansvari við hv. þingmann þar sem ég sagði að ég væri varla að leggja þetta frumvarp fram, ég teldi það stangast á við stjórnarskrána. Ég tel líka mjög mikilvægt að þingmenn fari að stjórnarskránni og það er á meðal talað um það að fara að sannfæringu sinni og ég reikna ekki með það að hafi breyst neitt nýlega. Síðan er það þannig að það eru helstu athugasemdir sem komu fram eins og ég ræddi í minni framsöguræðu frá Persónuvernd var það að það væri ekki tæmandi talið upp hvaða stofnanir það væri sem Tryggingastofnun gæti kallað eftir upplýsingum. Það er gert í þessu frumvarpi, komið til móts við þær athugasemdir. Líka minna það og það er ágætt að hafa tækifæri til þess hér í ræðustól að það er öllum, ekki bara opinberum stofnunum á vegum ríkisins, sem er frjálst að senda inn umsagnir við meðferð máls í þinginu og það hefur almennt verið reynsla mín sitjandi hér á þingi að frumvörp almennt batna við meðferð þingsins og ég geri ráð fyrir það sama verði við meðferð þessa máls. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og velferðarnefndar enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 14. dagskrármálið, almannatryggingar, málefni aldraðra og félagsleg aðstoð, stjórnarfrumvarp, 144. mál, þingskjal 162, nefndarálit 343, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður velferðarnefndar, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti velferðarnefndar frumvarp til laga
breytingu á lögum almannatryggingar númer 100/2007 og lögum félagslega aðstoð númer 99/2007 og lögum málefni aldraðra númer 125/1999 með síðari breytingum. Velferðarnefnd fékk þetta mál fyrst til umfjöllunar nú á sumarþingi. Við meðferð málsins þá komu fram athugasemdir sem nefndin taldi þess eðlis að rétt væri að frumvarpið yrði endurskoðað nokkuð. Í frumvarpinu eins og það var lagt fram nú hefur verið tekið tillit til helstu athugasemda og fagnaðarefni hversu vel hefur verið unnið að málinu. Með frumvarpinu eru lögð til ný ákvæði leiðbeininga eftirlits og rannsóknarskyldu Tryggingastofnunar ríkisins. Vert að taka fram að ekki nýtt hlutverk Tryggingastofnunar að ræða þar sem á stofnuninni hvíla nú þegar þessar skyldur. Með frumvarpinu eru hins vegar lagðar til mun ítarlegri og skýrari ákvæði fyrir Tryggingastofnun að vinna eftir en eru í núgildandi lögum og það til þess fallið að auka réttaröryggi borgaranna og skjólstæðinga Tryggingastofnunar. Líkt og fram kemur í greinargerð frumvarpsins þurfa núgildandi ákvæði eftirlitsheimildir Tryggingastofnunar endurskoðunar við. Má í því sambandi einnig nefna skýrslu Ríkisendurskoðunar eftirlit stofnunarinnar með bótagreiðslum frá því í febrúar á fyrra ári. Kemur þar fram að skýra þurfi lögbundnar eftirlitsheimildir stofnunarinnar betur og efla verði eftirlit með bótagreiðslum. Mikla hagsmuni allra skattgreiðenda að ræða og mikilvægt að stofnunin taki þau verkfæri sem hún þarf svo hægt sé að greiða úr sameiginlegum sjóðum landsmanna réttar bætur á réttum tíma til réttra aðila. Í frumvarpinu eru ýmis ákvæði þar sem skyldur Tryggingastofnunar gagnvart sínum skjólstæðingum eru áréttaðar. Í 37. grein lagt til ákvæði ítarlega leiðbeiningarskyldu stofnunarinnar sem felst meðal annars í því að stofnunin skal kynna sér aðstæður umsækjenda og kynna þeim hugsanlega rétt sem þeir kunna að eiga samkvæmt öðrum lögum sem stofnunin starfar eftir. Þá áréttuð rannsóknarskylda stofnunarinnar skyldur hennar vernd persónuupplýsinga sem unnið með. Í frumvarpinu eru einnig ákvæði snúa að umsækjendum og greiðsluþegum. Þannig lögfest sérstaklega hvað skuli gera að Tryggingastofnun skortir nauðsynlegar upplýsingar sem umsækjandi býr yfir en hefur ekki veitt stofnuninni. Sérstakt ákvæði upplýsingaskyldu heilbrigðisstarfsmanna sem búa oft yfir viðkvæmum persónuupplýsingum og þá eru tæmandi taldir í 43. grein þeir aðilar sem skylt að veita Tryggingastofnun upplýsingar sem eru stofnuninni nauðsynlegar við framfylgd laganna. Loks eru lagðar til breytingar á viðurlagaákvæði laganna þannig að brott falli heimild til innheimtu dráttarvaxta á ofgreiddar bætur heldur veitt heimild til þess að 15% álagi sé bætt við fjárhæð sem krafist endurgreiðslu á. Skilyrði þess að hægt sé að beita þessari heimild að saknæma háttsemi viðkomandi hafi verið að ræða þar sem ásetningur viðkomandi hefur staðið til að afla sér greiðslna sem hann ekki átti rétt á. Umsagnaraðilar og gestir sem kom fyrir nefndina fagna flestir frumvarpinu og telja það til bóta. Umfjöllun nefndarinnar beindist að mestu leyti að heimildum Tryggingastofnunar til að óska upplýsinga frá öðrum aðilum vinnslu stofnunarinnar á persónuupplýsingum og vitneskju skjólstæðinga stofnunarinnar vinnslu upplýsinganna. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að upplýst samþykki þurfi svo Tryggingastofnun sé heimilt að afla tekjuupplýsinga frá skattyfirvöldum, lífeyrissjóðum, Vinnumálastofnun og sambærilegum aðilum erlendis. Aðrar upplýsingar sem stofnunin þarf til eftirlits og til að sannreyna réttindi umsækjenda og greiðsluþega getur stofnunin aflað frá þeim aðilum sem taldir eru upp í 1. málsgrein 43. greinar frumvarpsins. Þá stofnuninni heimilt að óska upplýsinga frá öðrum þriðju aðilum þegar rökstuddur grunur leikur á að bótaréttur sé ekki fyrir hendi en ákvæðið á aðeins við þegar eftirlit stofnunarinnar að ræða og því sérstök skilyrði fyrir beitingu þess. Vegna lagatæknilegra ástæðna sem raktar í nefndarálitinu ekki fært að láta upplýst samþykki ná til fleiri atriða í lagatextanum sjálfum en til tekjuupplýsinga.
Nefndin er hins vegar einhuga mikilvægi þess að skjólstæðingar stofnunarinnar séu upplýstir þær heimildir sem stofnunin hefur og hvernig unnið sé með persónuupplýsingar. Leggur nefndin því til breytingartillögu við frumvarpið sem felur í sér að Tryggingastofnun skuli upplýsa umsækjendur og greiðsluþega heimildir stofnunarinnar til vinnslu persónuupplýsinga, frá hverjum stofnuninni er heimilt að afla upplýsinga, hvaða upplýsingar er að ræða og í hvaða tilgangi er unnið með þær. Með þessu móti eiga skjólstæðingar stofnunarinnar að hafa nægilega góða yfirsýn yfir það hvaða upplýsingar þá er unnið með hjá stofnuninni. Nefndin leggur einnig til breytingu sem snýr að varðveislu gagna. Fram komu athugasemdir þess efnis að ekki væri séð að þörf væri á því hjá stofnuninni yrði til mikið magn upplýsinga sem aflað hefur verið vegna eftirlits. Nefndin tekur undir þetta og leggur til að upplýsingum sem aflað er í þágu eftirlits skuli eytt að lokinni tímabundinni vinnslu þeirra í þágu eftirlits. Að lokum vil ég þakka nefndarmönnum fyrir gott samstarf við vinnslu þessa máls, en velferðarnefnd stendur öll að áliti þessu og samstaða er innan nefndarinnar framgang málsins. Undir álit þetta rita ásamt þeirri sem hér stendur Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Vilhjálmur Árnason, Elín Hirst, Guðbjartur Hannesson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Páll Jóhann Pálsson og Unnur Brá Konráðsdóttir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Þá er tekið fyrir að nýju 4. dagskrármálið, almannatryggingar, málefni aldraðra og félagsleg aðstoð, stjórnarfrumvarp, 144. mál, þingskjal 162, nefndarálit á þingskjali 343, framhald 2. umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein frumvarpsins er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum, 23 eru fjarstaddir. Á þingskjali 343, töluliður 1-3, er breytingartillaga við 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 42 atkvæðum, 21 fjarstaddur. Þá verða greidd atkvæði 2. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein svo breytt er samþykkt með 42 atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði 3. til og með 8. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 3. til 8. grein eru samþykkt með 42 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, almannatryggingar, málefni aldraðra og félagsleg aðstoð, stjórnarfrumvarp, 144. mál, þingskjal 520, breytingartillaga á þingskjali 525, 3. umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir. Herra forseti, það ríkir samstaða þetta mál í háttvirtri velferðarnefnd, en hér kemur inn í 3. umræðu breytingartillaga gildistöku tíma að því í frumvarpinu stendur að lögin skuli taka gildi 1. janúar 2014, en eðli málsins samkvæmt er það óheppilegt að gildistakan verði afturvirk, þannig að hún er flutt fram til 1. febrúar 2014 og það er þögn í salnum. Og það er ástæða þess að hér er flutt breytingartillaga fyrir 3. umræðu. Annars hefur nefndin ekki fjallað málið á milli umræðna, enda afgreiddum við það eins og ég sagði áðan, herra forseti, í einingu úr nefndinni, og á morgun verður þessi breytingartillaga eingöngu vegna þessara tæknilegu annmarka ekki náð að afgreiða málið hér fyrir jól. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 2. dagskrármálið, almannatryggingar, málefni aldraðra og félagsleg aðstoð, stjórnarfrumvarp, 144. mál, á þingskjali 520, breytingartillaga á þingskjali 525, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla.
Á þingskjali 525 er breytingartillaga frá Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur og hefst nú atkvæðagreiðsla. Forseta láðist að hringja til atkvæðagreiðslu og gera því örstutt hlé á þessari atkvæðagreiðslu. Við tökum þá fyrir að nýju annað dagskrármálið sem að forseti hefur þegar kynnt. Á þingskjali 525 er breytingartillaga frá Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Háttvirtur þingmaður Þórunn Egilsdóttir, 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Hæstvirtur forseti, hér erum við að greiða atkvæði um breytingartillögu sem er full eining í nefndinni og þetta snýr eingöngu að dagsetningum, þannig að ég mæli með því að við kjósum öll með þessu. Forseti vekur athygli á því að atkvæðagreiðslan stendur yfir en fer nú brátt að ljúka. Atkvæðagreiðslunni hafa þingmenn lokið við að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er þá lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum. Þá eru greidd atkvæði um frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið svo breytt er samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.